Komið sæl. Í kvöld ætlum við að ræða að því að mánudagskvöld stóru málin eins og við höfum reyndar gert oft áður. Fiskin í sjónum og hvernig stendur á því að Hafrannsóknastofnun vildi ekki láta veiða allan hennar fisk sem í sjónum eins og Jón Kristjánsson fiskifræðingur staðhæfði hér að væri allt í lagi að gera og hann næstu því doktor í fiskifræðum. En forstjóri Hafrannsóknastofnunar á allt öðru máli. Jakob Jakobsson svarar fyrir sig hér í kvöld. Ég veit ekki, Jakob, hvort þú sást hann Jón Kristjánsson hérna daginn en hann var svo stórorður og hann sagði að við ættum að senda allan flotan stækkan helst og veiða allan þann fisk sem við getum náð í vegna þess að fiskurinn, hann að hverfa vegna þess að það allt of mikið af honum í sjónum. Ég veit að hann hefur líka sagt þetta við þig, en ég trúð honum. Hvað segir þú? Já, ég nú ekki sammála þessu. Ég held að það sé nú einfaldast að vitna í það hvað tórunum sem eru nú á sjónum gengur illa að veiða það magn sem þeir mega veiða, þannig að það nú alveg hreina línur að þetta magn sem að... En það ekki að því að mörskvarnir eru orðin svo stórir? Nei, þeir hafa verið að landa núna undanfarna daga eins og hálfs kíló þorski í meðalting, þannig að þeir ná þessum smáa fiski þó að mörskvarnir séu orðin stórir. Það er ekkert spursmál um það. Og ég held að sjómenn, þó að þeim þykji gaman að veiða mikið, þá held ég þeir hafa nú reynt að heldur betur að það er ekki allir þessi fiskur í sjónum sem Jón Kristjánsson talar um. Er hann að tala tóma vitleysu þá, heldur þú? Hann talar alveg ótrúlega langt frá því sem að mér finnst vera raunin á miðunum. Og það sem mér finnst einkenna málflutningu Jóns Kristjánssonar er einfaldlega það að hann nefnir aldrei neinn dæmi það sem að þetta hefur gengið upp hjá honum. Hann hefur undanfarin 20 ár verið að grisja vött hér á landinu og mér vitanlega hefur hann ekki skrifað stafkrók sem sýnir það að þetta hefur gengið upp. Áður en við höldum áfram, Jón Kristjánsson var hérna daginn. Við skulum aðeins sjá brot af því sem hann sagði. Jú, sko það er þannig með fiska að þú drepur einna þá er pláss fyrir 2 aðra litla. Og þú áttu þess ekki pláss í sjónum fyrir það? Já, sko friðun sem hefur verið hér í 20 ár. Friðun á fiski hlýtur að byggja á því að fiskstofn sé sannanlega ofveitur. Einkenni ofveið eru þau að fiskur er kannski smár. Fyrst og fremst er mikill vöxtur í honum vegna þess að fæðuframbóðið er meira heldur en að fiskurinn ræður við að nota sér, þá færðu mikinn vöxt. Ef þú friðar og sér það að vöxtur minnkar og fiskur sveltur, þá er ekki hægt að friða vegna þess að það er verið að bítast beinin og náttúran tekur í taumana og fiskurinn fyrir að falla úr hór. Og fiskur hann ávasta sig betur ef þú selur hann heldur en það geymir hann í sjónum. Því að það er gríðarleg barátta það að éta hverju kappið annan eða vera étin. Það er nú búið að berja hérna ofveitur eins og fast inn í fólki hérna í landinu að menn eru farnir að trúa því að við getum veitt síðasta fiskinn. Nei, sko menn eru búin að fá Af hverju vita menn þetta þá ekki? Það er skrítið. Það er skrítið sjómenninni vita held ég. Sjómenninni tala svona eins og þú? Já, vegna þess að menn eru farnir að fá oft trú á tækninni. Þeir halda að flotinn sé svo öflugur að hann getur bara sótt þann fisk sem það þarf þegar það þarf. Við náðum ekki síldakvótanum núna, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Við náðum ekki loðnukvótunum í fyrra. Við náðum ekki loðnukvótunum núna, það var í fréttum núna áðan. Og fiskskipin eru eins og hefur komið fram í fréttum, þau eru að fá þetta 24 tonn í hali, þessi floti ósigrandi. Hann veiðir ekki, vegna þess, meðal annars, hann er með svo stórmarskatról að megnið að smáfiskinu fer í gegn. Og við verðum að gera svolítið veiða þetta. Það þýðir ekki að bíða, það sagði einn ágætis forsætisráðherra hérna einu sinni, það þýðir ekki að friða fiskinn en drepa fólkið. Jakob, hvað er að byrja á þessu? Það þýðir ekki að friða fiskinn og drepa fólkið, við byrjum nú aftan frá. Já, einmitt. Ég held nú að ég vil nú fyrst lýsa því yfir að við á Hafrannsóknastofnun erum ekkert í því að friða. Við erum í því að benda á skynsamlega nýtingarleið. En það er það sem að hefur staðið á að menn hafa ekki treyst sér til að fara eftir þeim leiðum að þeir varðar nýtingu þorskstofnsins. Eftir að þeir varðar aðra fiskstofna og önnur dýr í sjónum, þá hefur stundum verið farið eftir okkar ráðleggingum eins og til dæmis með síldarstofnin. Hann var komið niður í 12.000 tonn 1972 og það hefði ekki þurft nema svona 5-6 góð köst til að hirða þessar 2 torfur sem eftir voru. Við höfum þó náð þessum stofni í 400.000 tonn og tökum úr honum 100.000 tonn á ári. Þetta er nú árangur sem við höfum náð. Hins vegar hefur ekki verið farið eftir okkar tillögum nýtingu þorskstofnsins.
Það hefur að vísu verið reynt að hamla gegn mikilli veiði á smáfiski með því að stekka möskvann, en það gengur ekki ef það góður afli, þá stíflast möskvarnir. En það ævinlega í mörg ár verið farið langt fram úr okkar tillögum. Að vísu eftir að síðasta útgáfa af kvótakerfinu kom fram að þá farið að nálgast okkar tillögur, sérstaklega árinu 1991, en núna meiningin að veiða 230.000 tonn, eða heimildir eru til þess, en við lögðum til á þessu almanaksári 175. Þannig okkar tillögum einfaldlega ekki fyllt. En þetta nú samt friðun að þið viljið láta taka svona lítið að þessu eins og segir og Þorskinn að þið það friðan að hluta. Við erum að benda á það nauðsyn þegar að koma margir lélegir árgangar sem að bæði eru eftir vegna þess að Tryggingastofnun orðin mjög lítill og sjálfsagt vegna misjafna skilyrða í sjónum. Þá erum að benda á það að afrakstursgetan meðan þetta er ekki meiri. En ef við tökum nú í annað sem hann sagði þarna fyrir hvert fisk sem tekinn úr sjónum þá pláss fyrir 2. Já, það má vera, en þetta hans kenning. Já. En við höfum reynslu af því þegar við gengum nærri fiskstofnum eins og síldarstofnum, þá tókum við 2 og fengum einn eða engan í staðinn. Það var málið. Og þannig það að verða núna með þorskinn líka, við höfum gengið það nær honum, að við fáum aðeins lélega árganga. En hvað þá með það sem hann segir líka, það sé ekki hægt að útrýma fiskistofnum vegna þess að viðkoman svo mikil að þetta hverfur ekki. Við getum aldrei náð þessu öllu. Það ekki bara eitthvað sem þið haldið? Nei, segir Jón. Já, segir Jón, en hann Jón líka fiskifræðingur eins og þú. Hann hefur aldrei stundað neina rannsóknir á hafinu eða fiskum í hafinu. Það sér þess ekki mikill munur á því. Það saltið. Það leið mér að svara þessu. Íslensku vorgóðsíldinni, það var gengið það nærri henni, við höfum ekki fengið eitt einasta tonn af henni undanfarin 20 ár. Það var gengið þannig í öllum síldarstofnum í Austur-Evrópu. Það tók nokkur ára friðun, eða veiðibann sem ég vil kalla það, til að ná því upp aftur. Nú nóg af síld víðast hvar. Aðferðum Jóns hefur viljandi eða óviljandi verið beitt á sumum öðrum hafsvæðum, eins og til dæmis við austurströnd Bandaríkjanna, þar sem smár möskvi, þar sem ótakmörkuð veiði og frægt dæmið ísuna á Georgsbanka. Þar hafði aflinn verið í mörg nokkra áratugi, 50 til 60.000 tonn. Svo var farið í það að veiða þetta eins og Jón að tala Aflinn hljópi 150.000 tonn í 2-3 ár. Undanfarin 20 ár hefur hann oftast verið með innan við 5.000 tonn. Það sem við viljum að veiða cirka 10% af því sem eðlilegt getur talist á einu fiskstofni. Það afleiðingin af því sem ef að farið verið eftir ráðum hans og maðurinn ætti að sýna það í eitt skipti að þetta gengur í vötnum áður en hann fer að reyna að praktísera þetta í sjónum. Að það sé svona stór munur á þessu, ég tala ekki að það myndi sýna fram á það. En þessi staðhæfinga sé ekki að útrýma fiskistofnum, þú trúið því ekki, Jakob? Það er ekki spursmál trú, það er spursmál staðreyndir. Vitið þið þetta alveg? Ég var að enda við að segja að íslenska vorgóðsíldin var veidd upp. Getur ekki verið hún hafi farið eitthvað? Hún hefur minnst ekki komið aftur. Já. Og ég held að það sé alveg hreinar línur að hún var veidd upp. Og þú heldur það sé alveg hreinar línur. En við vitum þetta náttúrulega ekki, Jakob. Jú, við Sjórinn vitum svo stór, fiskarnir svo margir. Það bara afsökun. Okkar rannsóknir sýndu það að þessi stofn var veiddur upp og það voru ekki eftir nema, eins og ég sagði áðan, 12 til 15.000 tonn af sömugóðsíldinni til allar hafingi náðum við skottið á henni og höfum bjargað henni. Þannig að þetta er ekki það að fiskarnir í sjónum séu svona margir að þeir séu bara að drepast út af því þetta vegna þess að það ekki pláss fyrir það. Sjáðu til að við fengum á síðasta áratug 2 stóra árganga, 1983-84, hvort nú eftir öðrum. Þeir uxu hraðar heldur en litlu árgangarnir. Þegar það var svona 10-20 sinnum meira af uppvaxandi fisk í sjónum heldur en núna. Og málið það að það eru umhverfis aðstæðurnar sem eru breytilegar þegar koma góð skilyrði nóg áta í sjónum í nokkur ár, þá skiptir engu máli, þá vaksa allir fiskar hratt, alveg sama hvað þeir eru margir. Hins vegar koma svo aftur léleg ár eins og þegar loðnustofninn hrundi 1982-83, þá óx þorskurinn hægt. Þá vildi Jón láta hreinsa þorskinn úr sjónum, alveg eins og í Barentshafinu. Því var ekki fyllt og 1985 þá óx hann aftur hratt og við fengum góð ár.
Jón segir reyndar að það sé ekki hægt að hreinsa upp allan þorskinn. Hann spyr líka, og ég spyr líka af því, ef þeir eru búin að vera að standa í þessum friðunaraðgerðum, kannski innan gesalappa, í heil 20 ár með þessum árangri, þá kannski ekki komin tími til að þetta skiptir nú öllu máli fyrir okkur Íslendinga, að kannski að reyna hitt, hann sér að fiskifræðingar þeir skiptist í 2 hópa, með eða móti, með honum eða móti. Sko allir þeir sem hafa stundar rannsóknir á hafinu og fiskistofnum þar eru sammálum aðferðir. Það er ekki spursmál það. Og innan Alþjóða Hafrannsóknaráðsins eru þessi mál rædd í þaula og hvert einasta sjónarmið tekið þar til greina. En það menn komast, allir þeir sem stunda þessar rannsóknir, allir þeir sem skoða gögnin, komast að sömu niðurstöðu. Jón hefur ekki stundað sjávarrannsóknir og hann fæst ekki til að draga hlutlægar ályktanir af þeim gögnum sem við leggjum fyrir hann. Málið eins einfalt. Þannig að hann ekki, sem sagt, maður hefur ekki reynslu eða þekkingu til þess að staðhafa það sem hann gerir. Alls ekki. Alls ekki. Hvað með stjórnmálamennina, eins og sagt líka, þeir hlusta á ykkur, þeir kynna sér þetta kannski ekki sjálfur, þeir trúa því sem að þið segju nú sem svo, þú sem forstjóri Hafrannsóknastofnunar, að þið hefðuð ekki rétt fyrir ykkur og verið að stefna þjóðin í gjaldþrot með þessari stefnu. Það er ennþá stærra gjaldþrot ef að Jóni Kristjánsssyni væri fylgt. En þar að ekki höfum við svo ótal dæmi það að þær ráðleggingar sem við erum með, þær eru til þess gerðar að vinna með náttúrunni. Við verum líka að hugsa það að nýting fiskstofna er ekki bara skynsamleg fiskveiðistjórn. Það verður líka að vinna innan þeirra marka sem náttúran setur manni hverju sinni. Ástandið að þessu leyti á Íslandsmiðum hefur verið mjög sveiflukennt undanfari alveg frá 1965. Hér áður, eins og Jón hefur verið að tala þá var hægt að veiða meira, þá var góð æri á Íslandsmiðum og þá var líka veitt með allt öðrum veiðarfærum. Það var veitt að vísu með smærri möskva, en þetta voru hamnet, þetta voru gamlir göfut síðutórar, þeir myndi ekki fá brönd úr sjó núna. Í dag? Ekki í dag. En þegar þú ert að tala það við hefum verið að baksa við þessa friðun í 20 ár, þá vil ég bara segja sagði Jón og þú endur tekur það. Hafði eftir honum. Hafði eftir honum, allt í lagi, en málið það að þar sem okkar ráðum hefur verið fylgt, við nýtingu á rækjustofnunum, með nýtingu á humarstofnunum, með nýtingu á síldarstofnunum og loðnustofnunum, þá erum við ekkert að skrifa svarta skýrslu þessa stofna. Þetta hefur alveg gengið þokkalega, auðvitað með náttúrulegum og eðlilegum sveiflum eins og þegar síldin stóð djúpt í allt haust og var mjög erfitt að ná henni með djúpar nætur og bátarnir voru ekki allir þannig. Þetta eru eðlilega sveiflur sem ekkert er við að segja. En aftur það sem ekki hefur verið fylgt okkar ráðum, eins og með þorskstofninn, það sem alltaf hefur verið farið fram úr okkar tillögum, bæði viljandi stundum eins og var hér áður fyrr, óviljandi í seinni tíð, sjávarútvegsráðherrar hafa reynt að fara eftir okkar ráðum, en hafa ekki alltaf haft tæki til þess, það hefur veiðst meira en þeir ætluðust til, að þar er allt í voða. Þarna spilar inn í hvort tveggja bæði og allt og færð sókn og vafalaust mjög breytilegar umhverfisaðstæður og skilirinn í sjónum sem hafa verið okkur erfið á undanförnum árum. Jakob Jakobsson, ef að ykkar ráðum hefði nú alltaf verið fylgt í þessi 20 ár sem þeir eru búin að vera að friða, hver væri kaupmáttur heimilan í landinu þá í dag, myndur þú giska á? Ég held ég ætla nú ekki að giska á kaupmáttin, en ég held að aflinn væri vinskosti 20 eða 30% meira en er í dag. Ég held ég geti alveg staðið við það, þá er ég að tala um þorskaflann. En aðrar tegundir þá eru þær nýttar flestar hverjar mjög nálægt því sem við teljum skynsamlegt. Segir Jakob Jakobsson, fiskifræðingur, tíminn er búinn. Forstjóri Hafrannsóknastofnunar sem að Jón Kristjánsson fleiri vilja reynda að kalla Þjóðhagsstofnun, segir að þeir ráða allt og miklu en við heyrðum hans skoðanir hér og hann hefur rétt fyrir sér, segir hann sjálfur. Við erum hér aftur á sama tíma annað kvöld, verið sæl.